Komið sæl og velkomin í Fitness Tips vikunar. Þessa vikuna ætlum við að fara yfir aðferð sem ég mjög hrifinn af þegar ég að vinna með mínu íþróttafólki þegar við erum að vinna í sprengikraft. Við erum alltaf að fá sem þjálfarar spurningar hvernig á ég að bæta sprengikraft, hvernig á ég að bæta sprengikraft og það eru hina þessa aðferðir notaðar til þess að bæta sem sagt afköstin og auka sprengikraftin með mismunandi árangri. Hins vegar hef ég notað þessa aðferð í ansi mörg ár og ég veit marga virta þjálfara sem nota þessa aðferð líka í hinum stóra heimi þjálfara, hvort sem í NFL-deildinni eða enska boltanum eða bara just name it, NBA heiminum. Þannig að aðferðin heitir contrast training og aðferðin byggist á því þar sem við vinnum fyrst í styrktaræfingu, þar sem við erum svona í 80%, 85% af maxi og erum að vinna í styrknum gegnum hreyfinguna. Svo hvílum við í smástund og fylgjum eftir þessari styrktaræfingu með kraftæfingu sem fylgir eftir sama hreyfimunstri. Til að mynda getið ímyndað ykkur hnébeygju, við erum að framkvæma hnébeygjuna, svo hvílum við eftir að búin að framkvæma hnébeygjuna og framkvæmum til dæmis uppstökk eða kassahopp eða eitthvað sem með svipað hreyfimunstur í kjölfarið. Hérna ákveðnir punktar sem ég hef verið að notast við þegar ég að kenna contrast training aðferðina á sprengikraftsþjálfaranámskeiðinu mínu. Og þetta eru punktar sem mjög mikilvægt að hafa í huga til þess að ná að hámarka afköstin með að nota sem sagt contrast training. Það auðvelt að framkvæma contrast training og sem sagt gera þau rangt þannig að þú ert ekki að afkasta rétt og basically ert bara að grilla taugakerfið. Það sem þarf að hafa í huga að contrast training þýðir ekki bara að vera einhver samblandingur af einhverju og með einhver fjölda endtekningum og einhver fjölda settum, heldur þarf að vera mjög markvisst og skipulagt og það þarf að telja sem sagt heildarmagnið yfir æfinguna. Við ætlum aldrei að vinna í gríðarlega miklu magni og við tölum í æfingabreytunum til dæmis, hvernig á að leika með þær og það ágætt að rifja upp þann sem sagt fitness tips þátt eða þið að fara að horfa á sem sagt æfingabreytur fyrir sem sagt hvort þið að leita hámarksstyrk eða að byggja upp styrkin í heildina. Punkturinn sem ég set hérna að þegar við erum að vinna með þyngd sem eins og 80–85%, jafnvel upp í 90% af maxi, þá erum við að örva fleiri motor units. Og oft til dæmis tekur 2–3 sett af hnébeygjunni fyrir líkamann að fá þessi PAP áhrif, sem sagt post-activation potentiation áhrif, sem eru það sem skiptir öllu máli þegar við erum að vinna í sem sagt contrast training. PAP áhrifin það sem við erum að leita eftir og það þýðir það að í þriðja setti þá fyrir við að hoppa hærra. Til að mynda frábært að geta nota einhvers konar stökkmóttu til að mæla hvert hopp eða hafa einhvern kvarða, hvað sem MyJump sem sagt appið í símanum eða hreinlega sé með einhverja línu á veggnum sem að hoppa upp og gera tegja í. Það einhvað sem getur haft mælanlegt, þá mjög gott að notast við það til að sjá bætinguna hægt og rólega. Ég sé menn á miðri æfingu bæta sig alveg gríðarlega í stökkkraft og jafnvel 5, 6, 7 cm á æfingunni bara því við náum að virka sem sagt þessi motor unit og erum svolítið að plata líkamann með því að vinna með þessa þyngd og svo framkvæma svipaða hreyfingu í kjölfarið. Þannig að líkamann allt í einu fer að hoppa upp í loftið aðeins af einhverja þyngd sem að hægja á sér og flýgur hann upp úr jörðinni. Mikilvægur punktur hérna nummer 2 að sem sagt styrktaræfingi sjálf má aldrei taka lengri tíma en 10 sekúndur. Við fórum í þetta í Assault Bike þættinu þar sem við vorum að tala orkukerfin og það þýðir hérna ef við erum að vinna í semsagt sprengikraft þá má aldrei vinna lengur en 10 sekúndur. Þannig að venjulega þetta ekki mikið meira en 2–3 endurtekningar af þessari æfingu. Bæði það að þá hægist á okkur og við erum orðin svo rosalega fatigued. Ef við erum að taka til dæmis 3 lyftur þá hugsanlega þurfum við að taka allt upp í mínútu í hvíld áður við framkvæmum hoppin til að PAP áhrifin eigi sér stað. Og stundum getur tekið alltaf upp í 12 mínútur inn í æfinguna fyrir PAP áhrif að sjást. Það hefur sést í rannsóknum að PAP áhrifin geta tekið smá tíma að koma í ljós á æfingunni. Sem ég sagði áðan, oft þriðja sett, jafnvel betra heldur en fyrsta settið. Á milli sem sagt styrktaræfingunar og poweræfingar, kraftæfingurinnar, þá mjög gott að taka svona 20–30 sekúndna hvíld. Og það til dæmi rannsóknir sem taka allt upp í 7 mínútur, en við sem þjálfarar, við höfum ekki allt í einu 7 mínúna ramma á milli styrktaræfingar og poweræfingar til að finna potentiation áhrifin. Það eru fullt af rannsóknum sem styðja það að 30 sekúndna rammi sýnir mikið af framförum.
og sýnir mikið gæði í hoppunum eftir styrktaræfinguna ef hún unnin með rétt. Til dæmis ef þú ert að vinna með 3 rep þá þarf að passa það að prósent af maxinu sé rétt miðað við fjölda endurtekninga. Eftir að við erum búin að framkvæma kraftæfinguna, sem klárum styrkin, hvílum í 30 sekúndur, förum í kraftæfinguna sem má heldur ekki taka meira heldur en 10 sekúndur, þá þurfum við að hvíla í 3 upp í 5 mínútur. Já, ég sagði það, 3 upp í 5 mínútur. Og það er mjög mikilvægt að þessi hvíld sé virt til þess að við fáum þessi pappaáhrif. Því munið áðan sagði 12 mínútur getur tekið að fá þessi áhrif og það er ástæðan á hverju við erum að fá sem sagt pappaáhrif í 3. seti. Því oft er það innan 12 mínútna rammans og 10 til 12 mínútna rammans. Og þá er mjög gott að nota filleræfingar. Ég tók nýlega fyrir í fitness tips þætti hvernig ætti að vinna með filleræfingar og af hverju það væri mikilvægt og endilega rifið það upp líka ef þið muni ekki alveg hvernig filleræfingar þar eru. Og þá til dæmis er mikilvægt að nota einhverja æfingar sem munu ekki hafa áhrif á framkvæmd styrktaræfingarinnar eða þá kraftæfingarinnar. Við vinnum í 5 upp í 10 til jafnvel 12 sett á æfingunni. Og því er mikilvægt að, eins og ég segi, í 3. og 4. setið þá fyrir allt inn að sjá afkastabætinguna. Hins vegar, ef við skráum á prógrammið okkar, við ætlum að vinna í 7 settum, en við sjáum algjört afkastagetu dropp eftir 5 sett, þá þurfum við klárlega bara að kötta þar. Þannig ef 4. setið er flott og 5. er gríðarlegt dropp, þá er bara komið gott í dag. Taugakerfið þitt höndlar ekki meira. Þótt þú skrifir 7-8 sett á blaðið þýðir ekki að þú þurfir að gera 7-8 sett. Það er bara eftir hvort, það er alltaf að hafa guideline upp að þessum fjölda setta, en ef þú ert ekki að ráða við það, þá er engin tilgangur í að vinna í þessum fjölda setta því þá er bara gæðin og qualityið, sem sagt, bara hrunið á æfingunni ef þú reynir að djöflast áfram en að bæta það upp. Þá er engin tilgangur í æfingunni lengur og æfingin farin í vaskinn ef þú ert búin að steikja það mikið og reynir að halda áfram. Heldur þú finnur droppið og sér droppið, afkastagetu droppið, þess vegna er gott að mæla hvort sem er með velocity based græju eða uppstökki, þá er komið gott í dag. Ég segi aftur 3 reps max, því þetta má ekki taka meira en 10 sekúndur. Og ef einstaklingurinn er mjög þreyttur eftir til dæmis 85% af maxi 3 rep, þá er hann aldrei að ná gæðahoppum. Þess vegna myndi ég vil helst vinna bara í jafnvel 2 repum og þarna fá 30 sekúndna hvíld og svo hoppin. Munið það að þegar við erum að vinna með kontrasttreyning, þá er æfingin sjálf yfir daginn kontrasttreiningin. Þið eru kannski, eins og ég segjum að þið séu að vinna í 5 settum með 3 mínútna pásu, jafnvel 5 mínútna pásu, þá komið alltaf 25 mínútur yfir daginn er basically bara hvíldin. Þannig að fillerinn þarf að vera mjög skipulagður og það má allt í lagi eftir að æfingunni lýkur, sem að kontrastæfingunni lýkur, er allt í lagi að hafa eitthvað smá accessory work, til dæmis ef þið er að vinna í trappar deadlift, þá er fínt að vinna smá hamstring eftir það og jafnvel core. Það þarf samt að gera þetta skipulagt og passa að við séum ekki að fara í eitthvað, til dæmis á kontrastæfingu, að fara í eitthvað bullandi þol eftir á. Því þá má ekki gleyma því, við erum að vinna í ákveðnu orkukerfi sem er sprengikraftur, 0 upp í 10 sekúndur. Ég vona innilega að þetta hafi verið skiljanlegt á mannamáli hjá mér og ef það er einhverja spurningar, ekki hika við að skilja eftir komment. Takk fyrir.